Já, komið þið sæl. Það eru mikil forréttindi að geta nýtt hérna saman áhugamál og vinnuna og þetta er mjög áhugaverð tímar sem eru framöndan í orkuskiptum í samgöngum og þar getum við gert margt og ætlum meðal annars að fara hringinn á rafbíl innan tíðar. Og ef við vitnum hérna í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands sem að Brynhildur fjallaði hér áðan, að þá er svona varandi árlega losun koltvísýrings hér á landi, að þá eiga samgöngur 19% af því 2014 og það er 0,8 milljón tonna og það er sá hluti sem ON getur lagt lið með að draga úr því. Og þetta er glæra sem ég sá á ráðstefnu nýverið að það sem að sagt er að Evrópa eyðir 1 milljarði á dag í að flytja inn eldsneyti til Evrópu. Þannig að þetta er ekki bara umhverfismál, þetta er líka svona peningamál og orkuöryggismál. Og Íslendingar greiða yfir 12 milljarða á ári við að kaupa eldsneyti erlendis frá á bílana okkar. Og þetta eru 33 milljónir á dag. En þá hefur verið spurningin, eins og við höfum heyrt svona þegar svona ný tækni er að ryðja sér til rúms, þá er alls konar kenningar að já en batteri, það þarf að farga þessu. Þetta er nú ekki svona vistvænt, það er nú kolefnisfótspor og hér var einmitt úr fyrirlestri þar sem að var fjallað sérstaklega þetta, að það var prófessor í Brussel sem að þeir tóku allar bíltegundir og greindu svona og gáfu vist ferils einkunn, því að fólk skilur bara eina tölu, það er einfaldast. Og þetta var gert mjög faglega hjá þeim og þar á meðal er það bíllinn frá vöggu til grafar. Það var alveg frá hráefni við að byggja hann og síðan við að reka hann á líftíma sínum. Það er að afla orkunar, hvort sem að það er olía eða rafmagn og síðan er viðhaldi á honum og vexlit og svo förgun. Og hversu hreinn bíllinn er á líftíma sínum, það skiptir miklu máli hvaðan að færa hann eldsneyti. Þó þetta sé rafbíll, að þá getur hann fengið eldsneyti sem að fer talsverður koltvísýringur í að búa til rafmagnið. En á Íslandi og Noregi eru við þær þjóðir sem að losum gríðarlega lítinn koltvísýring, mjög lítinn koltvísýring fyrir hverja kílóvastund. Og hér sjáum við í Póllandi að þar fer 1200 grömm í hverja kílóvastund. Og hér í Frakland og það eru kjarnorkuverin sem bjarga þeim. Þannig að hér er svo niðurstaða þessara vinnu varðandi vistferilsgreiningu mismunandi bíltegunda eða orkukerfa í bílum og hreinn rafhlöðubíll, það er ekki nema 15 af vistspori hans með við hefðbundinn bensínbíl. Og það getur rokka hérna hvað það er mikið eftir hvernig er raforkan búin til á þann bíl. En hér sjáum við það bensín, dísel, jarðgas, metan, tvinnbílar og tengiltvinn. Þannig að þetta er, finnst mér að vera, þetta er svona mjög góð samantekt að því að niðurstaðan íslensku rafbíll, hann er miklu vistvænni frá vöggu til grafar. Þá spáum við í næsta, verð á rafbíl, það hefur verið svona ákveðin ókostur, hversu dýr hann hefur verið, en það er gríðarlega ör þróun sem að kemur í framhaldi af fjölgun bíla í framleiðslu og á síðasta ári voru framleiddir í heiminum 530.000 bílar, rafbílar. Og þar af er rúmlega þriðjungur í Kína og í Evrópu og Bandaríkjunum. En það sem hefur gerst, frá 2010 þá kostaði kílóvattstundin á rafgeymi bíl $1.000. Hún er komin núna í 227. Það er 77% lækkun. Og það er stefnt að eftir árið 2030 verður þetta komið niður fyrir $100 kílóvattstundin í rafbíl. Og spekingar sem er að spá í þetta hvað gerist, mjög gott að spá sérstaklega fortíðina en framtíðin oft erfiðari, en þeir spá á bilinu 2020 til 2025, þá verður bara rafbíllinn orðinn ódýrari framleiðslu en venjulegur bíll og þarf engar íviljanir fyrir hann. Og að hleðslukerfi bílana geti tekið við miklu meira afli þannig að þú getur 3 mínútur að hlaða fyrir hverja 100 kilometra. Og drægni miðlungsbíll verði við 500 kilometra og rafbíllinn verði helst á lausnin við að draga úr losun koltvísýrings.
Og við erum númer 2 í heiminum, næstu eftir Norðmönnum, hvað varðar rafbílavæðingu, eins og sagt er. En í Noregi þeir hafa verið gríðarlega öflugir í þessu og það eru komnir 140.000 raftengjanlegir bílar í Noregi. Þar af 100.000 hreinir rafbílar og þar af 10.000 Teslur. Og þetta eru 3,7% af öllum fólksbílaflota Norðmann í dag og þetta á Oslo-svæðinu er það yfir 6%. Á Íslandi, við byrjuðum hérna með hlöðurnar okkar í apríl 2014 og þá voru 50 bílar og það hefur aukist yfir 1000 bílar sem konar í hér. Og þetta er hröð þróun, en betur má við duga skal og við höfum oft viljað vinna Norðmenn, þannig að ég bara hvet ykkur til áfram. En þróun rafbíla og verð og drægni að hér er mynd sem sýnir það, megnið þessum bílum sem eru á markaðinum eru hérna á þessu verðbíli, svona 4 til 5 milljónir og drægni gefin upp þetta tæplega 200 km sem er raunverulega 100 hérna á Íslandi. En síðan getur það farið í lúxusbíla, dýrari bíla sem eru mun dýrari, komast mun lengra. En svo er að detta inn hérna, það var auglýst kynningum síðustu helgi á Renault Zoe. Hann er semst á þessu miðlungsverði en dregur gefin upp 400 km og svo er að koma inn á Opel Ampera sem er svipað og hér er verkamanna Teslan. Þannig að þetta er allt að gerast. En er þá tími rafbílsins komin á Íslandi? Þetta hefur nú séð tvisvar í dag og bara rétt til að sína, þetta æpir á það að ávinningur í koltvísýringslosun versus verð, þá er það rafbílinn. Og hér er dæmi drægni á rafbíl og við erum alltaf að bíða eftir bílnum sem kemst lengra. Ég þarf alltaf að komast á Akureyri, það er númer 1 hjá öllum að komast á Akureyri. Af hverju eru þau öll hérna þá? Þetta er sérstök umræða, en ég er nefnilega búinn að eiga rafbíl í 2 ár og ég hef ekki þurft að frá Akureyri á honum. En þessir hefðbundnu bílar sem eru á markaðnum í dag, raundrægnin er 100 til 140 km, þó að sé sagt að er að komast tæp 200. Og það þýðir á þessu suðvestu svæði hérna, getur þú bara komist fram og tilbaka, en ef þú fer út fyrir 60 km svæðið, þá þarf það á hlöðunum okkur að halda til að komast heim. En þá förum við að kíkjum í veskið. Og Volkswagen Golf er bíll sem er framleiddur metan, rafmagn, bensín, dísel, þannig að mjög gott að bera saman kostnaðinn. Með að reka hann í 100.000 km, að þá eyðir þú 20.000 kWh, þú eyðir engum koltvísýring, eða losar ekki neitt koltvísýring, og það kostar í dag 280.000 krónur í að reka hann. Sambærilegu bensínbíll, að þá er mun meiri orka sem þú í raun og veru ferð með í eldsneytinu. Það er nefnilega orkunýttin er verri í bensíni heldur en í rafmagni. Þú losar 12.000 kílóa koltvísýring og með smurolíuskiptum kostar þið 1750.000. Þannig að sparnaðurinn í dag er tæplega 1,5 milljón. Þá segja menn, heyrðu, en hvað með vegtollana? Setu vegtollana bara á rafmagnsbílinn. Þá er það 700.000 á móti 1700. Það er milljón í vasan. Þannig að þeir sem hafa lánstraust, þið bara fara og kaupi bíl. Munurinn borgar þetta. En hvað er best að hlaða rafbílinn og er til næg orka í landinu? Það er líka það sem þarf að skoða. Hér er athyglisverð rannsókn sem var gert hvar dvelur rafbílinn yfir vikuna. Og þetta er nú amerísk rannsókn því að hann er stundum í kirkjubílinn eða. Ekki vön því. En mest er að hann er heima hjá sér. Hann er nefnilega heima hjá sér eða í vinnunni. Og það er einmitt þar eigum við að byggja innviðina. Og síðan þessi fáu skipti sem hann er á flakki, að þá þarf að hafa hlöðurna til að geta hraðhlaðið hann. Þannig að þetta þurfum við að horfa á. Þarna er bíllinn og þarna á að hlaða hann. Og þá skoðum við að síðan spáum fjölgur rafbíla á Íslandi og orkunótkun. Gangi sú spá eftir og þetta er nú svona nokkuð varfærin spá sem að segja að 25% fólksbíla í landinu verði komin á rafmagn árið 2030. Sem er uppgjörs árið með koltvísýringinn. Og hérna sjáum við að hérna eru 1000 bílar og það er stemt í að hérna verði komin 50.000 bílar árið 2030. Og orkan sem að þarf á 50.000 bíla er nefnilega sáralítil. Ef við tækjum orkuna sem að þarf á allan fólksbílaflotan eins og í dag, 200.000 bíla, þá þarf við 0,6 terawattstundir. Og við erum að framleiða á Íslandi 20 terawattstundir. En
en samtíma hleðslan við að hraða 50.000 bíla í einu gæti verið 250 megawatt sem þarf. Þannig að það þarf að stýra hleðslunni og það er verkefnið. Og ég var að slá aðeins á það þegar Jón var að halda hérna fyrirlesturinn LED-væðingu í ljósastöðurum, að ef við skiptum ljósastöðurunum á höfuðborgarsvæðinu út með LED-i, þá dugar það svo raforka sem sparast í að keyra 5.300 bílum á ári. Við erum komin í 1.000. Þannig að þá þarf enga orku fyrir það. En innviðir og staðan hjá ON í þessu að við höfum ákveðið að byggja hlöður og þetta nafni hlöður að þetta tekur við af fyrri notkun á hlöðum hjá bændum sem að var að geyma forða fyrir búfénað og þetta að deyja út því að í dag geyma menn rúllutur út á túni og fellihýsi og tæki inn í hlöðinni. En í þessari hlöðu þarf að hafa hraðahleðslu sem er svokölluð DC hlaða og þetta er dálítið gott sýni bílinn. Allir bílar í dag eru með hleðslu tæki borð, taka þá bara venjulega riðström frá tengli, en svo er þessi hraðahleðsla, þá býrðu til jafnströmmin á geymana og kýli beintin á geymana. Og það ræðst af þessu tæki borð í bílnum, hversu fljótur hann er að hlaða þessu. Þannig að alltaf verið að tala hvað er þessi hleðslu stöpull þinn að afkasta mikið. Það er eiginlega bíllinn sem maður ræður í, hvað hann tekur. En í hverri hlöðu ætlum við að hafa hraðahleðslu og svona hefðbundna hleðslu til að hlaða á bílinn og þá er þetta líka sem til vara. Ef þetta bilar því að gallin er með rafbílinn að þú ferð ekkert að kaupa brúsa og hellir á hann. En upp á Bæjarháls er búið að reka svona hlöðu í núna rúmlega ár og þetta hefur reynst mjög vel og mjög þægilegt og þarna er kjörið að hlaða bílana á daginn. Þá geta unglingarnir notað hann á kvöldin. En Orkusjóður og samstarfsaðilar að Orkusjóður bauð út og óskaði eftir styrkjum eða ætlaði að veita styrki í að bæta innviði fyrir rafbíla og það var alls sótt fyrir 880 milljónir en úthlutað 200 milljónir, þannig að þetta sjáum bara hvað áhugin er og þörfin er, en Orka náttúrunnar fékk 57 milljónir styrk sem að sýna að við njótum ákveðins traust á því sem við höfum verið að gera og að fjöldi aðila sem að úthlutun hefur leitað til okkar samstarf því að það er mjög nauðsynlegt að hafa samstarf því að þetta skiptir þjóðina máli og við viljum að þetta virki vel og allir geti fengið sér rafbíl á þess að hafa miklar áhyggjur af því og ON og N1 hafa skrifandi samning með að reisa hlöður allar hringveginn, byrja á því og ON og Orkuveitu-samstæðan hefur allt sem þarf fyrir traustan rekstur á hlöðum og það er þekking, öflugt viðskiptakerfi og þjónustuver. Og þeir samstarfsaðilar sem hafa verið í Noregi að reisa þeir að reka Fortum sem eru samstarfið við, reka 1200 hlöður og þeir segja sér mjög mikilvægt að það sé til þjónustuver, eitthvað bílar og til leiðbeiningar og þetta hefur samstæðan og við bjóðum allt sem þarf og bjóðum bara samstarf í að byggja upp þetta þjóðþrifamál. Og rafmagnið er komið í umferð og á þeim stutta tíma sem ég hélt hérna fyrirlestur var brennt rúmum 11 tonnum af jarðefnaeldsneyti á fólksbílum landsmanna. Takk fyrir.